Daginn eftir hvíldardaginn á páskamorgni voru nokkrar konur sem voru á leiðinni til grafar Jesú með ilmsmyrs til þess að smyrja líkama hans. En þegar þær komu að gröfinni þá komu þær að opnum dyrum og enginn var í gröfinni. Stuttu síðar kom í ljós af hverju. Jesús var ekki lengur í gröfinni vegna þess að hann var risinn upp frá dauðum. Og allan þennan dag bárust fréttir af þeim sem höfðu mætt hinum uppreisna Jesú. Ein af konunum María Magdalena mætti honum, þar að auki 2 aðrar, síðan postulinn Pétur og 2 lærisveinar sem voru á leiðinni til Emmaus borgar rétt utan við Jerúsalem. Að lokum kvöldið opinberaði Jesús sig fyrir postulunum öllum, þar að segja það voru 2 sem ekki voru til staðar, annars vegar Júdas Ískariot sem var látinn á þessum tíma og síðan postulinn Tómas sem þurfti að bíða 1 viku í viðbót áður en hann mætti hinum uppreisna Jesú. Næstu 40 dagana opinberaði Jesús sig fyrir mörgum öðrum líka og það urðu fleiri og fleiri sem hefðu mætt hinum uppreisna Jesú. Í eitt skipti mætti hann 500 fullorðnum karlmönnum, auk kvenna og barna, á einum stað og einum tíma. Páll postuli vitnar í þetta í 15. kafla 1. Korinthubréfs þegar hann talar þá sem að höfðu séð hinn uppreisna Jesú og voru því sönnun fyrir upprisunni. Engu að síður var mikilvægasta sönnunin sú að Gamla testamentið hafði þegar skrifað upprisuna. Þetta upprisa Jesú frá dauðum og hún sannar það fyrir okkur að Jesús sá sem hann segist vera. Hann sonur Guðs sem fengið hefur allt vald í himni og á jörðu. Hann dó í eitt skipti fyrir öll, fyrir syndir okkar og reis upp til okkar réttlætingar. Þetta páskadagur.